fá hitaveitu í allan bæinn. Menn eru svo sem með, eins og ég segi, margar skoðanir á því en það er allavega nokkuð ljóst að það bendir allt til þess að verð á rafmagni muni hækka. Rarik hefur talað um það að fjarvarmaveitan sé orðin óhagstæð eins og hún er rekin í dag og þegar að nýja framkvæmdin verður farin að borga sig upp eftir kannski cirka 10 ár eða svo, að þá reikna menn með að verðið muni lækka, þannig að þetta á eflaust eftir að koma sér vel fyrir marga, en þetta er náttúrulega dýr framkvæmd og þess vegna er ég mjög ánægður með að við skulum hafa fengið tilboð í krafti sveitarfélagsins sem að íbúar geta nýtt sér og sparað, í mörgum tilfellum einhver 100.000 ef þeir nýta sér það versus fullt verð. Þannig að ég er bara ánægður með þetta. Takk fyrir það. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er enn laust fundargerð bæjarráðs 935. Gefur engin merki þar. Þeir sem henni þá samþykkir gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það bæjarráð 936. Orðið er laust þessa fundargerð. Bryndís, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég langar til að taka til máls undir máli 7 í þessari fundargerð sem er skýrsla nefndar meðferð og ráðstöfun byggðakvóta. Og ég er búin að renna yfir þessa skýrslu og svona sæmilega ánægð. Í skýrslunni er margt gott, það er samt ákveðin vonbrigði að sjá ekki meiri breytingar í tillögum nefndarinnar. Ríkisvaldið talar á tyllidögum fjölbreytta flóru fyrirtæki í sjávarútvegi. Með þessari yfirferð hefði verið gullið tækifæri að standa við stóru orðin og styðja við smærri fyrirtæki í greininni sem hafa átt undir högg að sækja á síðustu árum. Frá Hornafirði fara af úthlutuðum aflaheimildum 5,3% eins og annars staðar, en tilbaka koma aðeins 1,6% með við úthlutun í öllu Suðurkjördæmi, sem segir það að við erum að láta mikið frá okkur en fáum lítið tilbaka. Það er ekki bara hér á Hornafirði sem allar smærri útgerðir að leggjast af með undirtekningum með strandveiðina sem hefur þó skilað sínum. Samkvæmt skýrslunni hafa komið hingað á 10 árum 2155 þorskígildistonn úr strandveiðinni og byggðakvóti 966 tonn, sem er ekki stórt í öllu samhenginu. En það vekur mann til umhugsunar hvernig byggðakvótin hefur nýst hér í þessu sveitarfélagi fram til þessa. Og þá er það spurning, er hægt að nýta hann betur í framtíðinni til að skapa fjölbreyttari störf í sjávarútvegi? Takk fyrir. Takk þér fyrir þetta, Bryndís. Orðið er enn laust 936 bæjarráð. Hver sem vil taka til máls undir því, það gefur mér engin merki. Þeim sem eru þá henni samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. 5. mál á dagskrá er bæjarráð 937. Orðið er laust þessa fundargerð. Enginn sem vil tjá sig hana. Það er engin merki það. Þeir sem eru henni þá samþykkir gjöra svo rétt upp hönd. Hún er samþykkt samhljóða. Hér er 7. mál á dagskrá bæjarstjórn 270 lögð fram til kynningar. Einhver sem vil tjá sig þá fundargerð? Það er ekki. Þá er hér 7. mál á dagskrá sóttvarnir COVID 2019. Ásgerður, gjörðu svo vel, þú búin að biðja með þau. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hjá okkur hefur heimsfaraldur koronaveiru, COVID-19, verið mjög fyrirferðarmikið undanfarnar vikur eins og bara alls staðar heiminn allan, og það má segja það að
Bæjarstjórn hefur tvisvar á vinnufundum til þess að fara yfir ástandið. Það hefur verið til umræðu í bæjarráði, almannavarnanefnd hefur komið saman og síðan eru auðvitað starfsmenn sveitarfélagsins á fullu að vinna að fyrsta viðbrögðum við veirunni og svo að endurskoða og bæta og breyta eftir því sem að fram vindur og bara þörf á hverjum degi. Það hellingsefni sem undir fundargerðum þetta mál, en í ljósi þess hvar við erum í faraldrinum í dag, að þá ég með bókun sem að ég ætla að leggja fram og bara við bæjarstjórn að gera sinni ef að allir eru sammála því sem að hér mun koma fram. Ég ætla að fá að lesa upp bókunina með leyfi forseta. Bæjarstjórn Hornafjarðar þakkar starfsfólki sveitarfélagsins fyrir gott starf við skipulagningu og útfærslu á starfsemi sveitarfélagsins við þær fordæmalausu aðstæður sem við búum við í dag vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Einnig viljum við þakka viðbragðsaðilum sem vakta ástandið, hafa undirbúið verkferla og viðbragðshóp sem nýttur verður ef og þegar á þarf að halda. Viðbrögð aðila hafa verið í fullu samræmi við tilmæli sóttvarnalæknis og almannavarna og í samráði við aðgerðastjórn almannavarna á Suðurlandi. Bæjarstjórn biður íbúa sveitarfélagsins að sýna umburðarlyndi, ábyrgð og skilning á aðstæðum því að þjónusta sveitarfélagsins gerðist til þess að mæta þessum fordæmalausu aðstæðum. Hlutverk okkar allra að vernda viðkvæma hópa, halda hjólum samfélagsins gangandi að svo miklu leyti sem hægt innan þeirra marka sem okkur eru sett. Og það ljóst að forsendubrestur verður í rekstri margra fyrirtækja og hjá einkaaðilum í sveitarfélaginu til viðbótar við erfiðleika sem hafa verið í sjávarútvegi með loðnubresti og hruni í humarstofni. Bæjarstjórn sveitarfélagsins Hornafjarðar hefur átt 2 vinnufundi frá síðasta fimmtudegi vegna stöðunnar og einhuga í þeirri vinnu sem framundan við að verja stöðu íbúa og atvinnulífsins í samfélaginu. Ljóst að endurskoða þarf fjárhagsáætlun sveitarfélagsins í ljósi aðstæðna og taka ákvarðanir sem geta byggt á sameiginlegum grunni með öðrum sveitarfélögum eða tengst aðgerðum ríkisins til stuðnings atvinnulífi í landinu. Bæjarstjórn hvetur íbúa til að fylgjast með upplýsingum á vef sveitarfélagsins hornafjörður.is en þar má einnig senda inn fyrirspurnir og ábendingar til starfsmanna sem koma þeim í farveg til viðeigandi aðila. Og hér lýkur bókuninni. Og það sem ég vil bæta við hér að það maður fær spurningar hvað ætlið að gera og hvernig verður þetta og annað slíkt og það eru bara spurningar sem að í rauninni allir að spurja allstaðar. Við erum á ákveðnum stað í dag og það verið að vinna heilmikla vinnu bæði á vegum ríkisstjórnarinnar sem hefur áhrif á hvaða ákvarðanir sveitarfélög geta tekið og á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga til þess að í rauninni halda utan þær stóru ákvarðanir og þrýstinga á ríkið til að taka ákvarðanir sem að við getum svo unnið eftir og þannig að við getum gert ýmislegt eins og haft áhrif á fasteignagjöld og annað slíkt. Það eru ákveðin lagarammi sem þarf að breyta til þess að við getum unnið með það. En síðast en ekki síst að þá erum við auðvitað að skoða bara hvernig aðstæður eru í okkar sveitarfélagi, hvaða áhrif þetta að hafa á atvinnulífið hjá okkur og hvernig getum við komið til móts við íbúa hér. Við erum rétt að stíga inn í þetta. Í dag eru einstaklingar í sóttkví í sveitarfélaginu Hornafirði. Það hefur ekki verið gefið út annað en að hér sé bara fólk í sóttkví en við megum vona því að hér verði fólk í einangrun líka á annað fái veiruna. Þannig að við erum bara rétt að stíga inn í þetta ástand og því ekki komnar ennþá ákvarðanir en bæjarstjórn einhuga í því að við munum standa við bakið á íbúum og atvinnulífi eins og við mögulega getum og munum gera þær breytingar sem þarf til þess að við getum stutt við með okkar fjárhagsáætlun og aðgerðum sveitarfélagsins. Þannig að ég legg þessa bókun hér fram fyrir fundinn og vona að bæjarstjórn geri hana að sinni og svo kemur seinna fundinum að þá munum við væntanlega ekki vera í þessum sal næsta fundi eða öðrum fundum því að hér verið að gera breytingar líka á fundarmálum og öðru slíku til þess að við séum ekki að mæta hér saman. En bara svona fyrir þá sem ekki, ef það hefur ekki verið mynd af salnum áður en að við byrjum að þá
fólki dreift hér salinn og við meðum ekki færa stólana og nálægt hvort öðru og annað slíkt og gætum hér fyllstu varúðar. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Málið gjörðu svo, Sæmundur. Það 7. liður. Það COVID. Forseti, góðir fundarmenn. Já, við lifum á fordæmalausum tímum og ég tek heils hugar undir þessa bókun sem Ásgerður, bæjarfulltrúi Ásgerður lagði hér fram. Og þær raun stríðsástand þar sem við reynum öll sem samfélag að hefta útbreiðslu þessara COVID-19 veiru með það að markmiði að draga þá langinn að fólk smitist og reynum þannig að dreifa álaginu á öll þau kerfi samfélagsins sem við reiðum okkur á. Sérstaklega það heilbrigðisþjónustan sem verður fyrir þessu álagi og því dáist ég að þeim samtakamætti sem við sýnum með þeim aðgerðum sem hafa verið sett í gang bæði hér í sveitarfélaginu og land allt. Eins og ég sagði þá lifum við á fordæmalausum tímum. Afleiðingarnar af þessu ástandi eru engan veginn öll komin í ljós, eins og Ásgerður kom hér inn á, og við verðum að vera viðbúin því sem stjórnvald að bregðast við mjög mörgu sem mun fara aflega. Og ég vil hrósa öllum þeim sem standa í framvarðasveit að skipuleggja aðgerðir, sérstaklega þá heilbrigðisstarfsfólki og almannavörnum. Og ég upplifi það að samtakamátturinn mikill hjá þjóðinni og hér í okkar samfélagi líka og þannig skulum við halda áfram að vinna og tökumst á við þau verkefni sem munu koma upp. Og eiginlega eru öll mál frekar hjákátleg í samhengi við þetta mál og alvarleika þess. En ég grunnskólakennari og starfa í grunnskólanum og þar förum við ekki varhluta af þessum vágesti sem þó ekki enn mættur en veiran fer víst ekki í manngreiningarálit og mun sennilega koma þó hún sé ekki velkomin. Við höfum gert ýmsar ráðstafanir til að bregðast við, bekkjardeildir hafa verið einangraðar og við starfsfólkið höfum skorið á samskipti okkar á milli, svona í raunheimi, en notum rafrænan heim til þess og vinnum í litlum hópum sem afmarkar nemendahóp á hvert okkar. Og í því samhengi þá vil ég alveg okkur ræða eina hugmynd sem ég finnst að bæjarstjórn og bæjarráð gæti haft frumkvæði að. Við höfum undanfarin ári innleitt skýjalausnir í námi nemenda þar sem hægt að halda utan námið þar sem utanumhaldið skólaverkefni til dæmis í gegnum Google Classroom, bara svo nefni það sem dæmi, en önnur verkfæri líka. Og þessi verkfæri sem við höfum notað til þess að vera í þessum samskiptum hafa verið svona spjaldtölvur og svokallaðar Chromebook-vélar. Og það hefur sýnt sig að nú erum við komin á þann stað að notkunin á þessum tækjum orðin það mikil og almenn, bæði hjá nemendum og kennurum. Og mín skoðun svo við ættum að fara að skoða það að bjóða öllu nemendum frá 5. til 10. bekk þessi tæki, þar sem hver nemendi geti haft aðgang að sínu tæki. Til þess að það megi vera þá þyrftum við að fjárfesta í einhverju tæki til viðbótar við þau sem við nú þegar eigum. Þetta hafa margir skólar gert á undanförnum árum, til að mynda eru allir skólar í Kópavogi frá 5. bekk til 10. bekk með þennan ráðahag og ég get nefnt mjög marga skóla. Af hverju nefni ég þessar hugmynd hér í samhengi við COVID-19 umræðina? Það einfaldlega vegna þess að þegar og ef til þess kemur að loka þar aðgangi nemenda á skólanum, þá þyrfti skólahald ekki alveg að liggja niðri ef nemendur hefðu tækin. En það á ekki eingöngu við þess vegna, heldur aðalega vegna þess að við erum komin það langt í þessari innleiðingu með þessi nýju tæki sem að við tölum líka bara áður en að til veirunar kom, þá tölum við þetta náma 21. öld eða 4. iðnbyltinguna. Og ég kasta þessari hugmynd hér fram og vona að við getum skoðað hana með opnum huga. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Orðið enn laust 7. mál, gjörðu svo vel, Matthildur, það COVID. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég á nú eftir að koma vel inn á þessa COVID-útbreiðslu í skýrslu minni hér á eftir. En aðeins varðandi þetta mál samt sem áður, þá satt ég fund hjá almannavörnum á Suðurlandi. Nú ég komin inn í þann hópa ég sitt aðgerðastjórnarfundi á hverjum degi og fylgist með því sem gerast á Suðurlandi.
og þar situr meðal annars Aldís Hafsteinsdóttir sem formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga og hún tilkynnti það að við eigum von á einhverjum samræmdum aðgerðum á hendi sveitarfélaga á morgun. Þannig að við munum leggja það síðan fyrir bæjarráð í næstu viku og getum þá tekið samræmdar ákvarðanir í samráði við önnur sveitarfélög. Og það er það sem við höfum svo sem beðið eftir þessa vikuna. En það gerast hlutinir hratt, dagarnir breytast hver að fætur öðrum, þannig að íbúar og aðrir verða að hafa svolítið þolinmæði fyrir því að hlutinir gerist og þeir gerast, þó að þeir gerist ekki kannski alltaf á þeim hraða sem að fólk óskar. En þó hafa hlutinir breyst mjög hratt og starfsfólk hefur brugðist hratt við skrýtnum aðstæðum og því ber að fagna. Og mér fannst þetta góð ábending hjá þér, Sæmundur, varðandi spjaldtölurnar, að ef við ætlum að bjóða upp á fjarnám fyrir nemendur alls þar eða tryggja það að þau geti stunda sitt heimanám sama hvernig aðstæður þeirra eru, þá er þetta ein leið til þess að tryggja jöfnu nemenda að aðgangi að tölvum. Takk. Takk fyrir þetta, Matthildur. Orðið er einn laust 7. lið, COVID 2019. Það er ekki fleiri sem gefa mér merki þar. Þá ætla ég að bera hér upp bókun Ásgerðar, hvort að bæjarstjórn vill gera hann eða sinni og þeir sem er því samþykki gjöru svo réttu bönd. Það er samþykkt samhljóða. 8. mál á dagskrá er samningur rekstri heilbrigðisþjónustu á Höfn. Matthildur, þú varst búin að biðja orðið þessu liði. Gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar, hér hef ég í samræði við bæjarstjórn unnið að bókun fyrir þennan fund undir liðnum samningur rekstur heilbrigðisþjónustu. En eins og flestum á að vera kunngjört þá hafa samningaviðræður staðið yfir við stjórnendur HSU núna nokkurt skeið eða frá því í lok október þegar þau komu hingað í heimsókn í fyrsta sinn. En það er alveg ljóst að við hér inni vorum ekkert sátt og höfum ekki verið sáttið þá niðurstöðu að þurfa að skila af okkur þessum samning til HSU og að stofnunin renni þar inn. Ég held að ég geti talað fyrir hönd allra hér inni hvað það varðar og fleiri íbúa hér í sveitarfélaginu. En þetta er það sem við fengum í hendurnar og höfum verið að vinna að því að þetta geti leyst á sem farsalastan hátt. Og nú er svo komið að það bara hefur gengið illa að ná samningum við stjórnendur HSU og við hefum ekki verið sammála þeirra útfærslum á þessum samningi sem að þau hafa lagt til að við skrifum undir. Þannig að þessi bókun snýr í rauninni að því og ég ætla að fá að lesa hann upp hér með leyfi forseta. Sveitarfélagið Hornafjörður hefur átt í samningaviðræðum við stjórnendur HSU frá því í nóvember eftir að heilbrigðisráðherra tók ákvörðun samanber neðangreint þann 23. október 2019. Og bein tilvitnun í texta ráðherra. Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2020 verði HSU alfarið falin umsjón með allri heilbrigðisþjónustu utan rekstur hjúkrunarrýma í umdæmi Hornafjarðar. HSU verði frjálst að gera samning við sveitarfélagið rekstur ákveðinna þátta. Samhliða leggur ráðherra til að stofnað verði samráðshópur sem í sitja fulltrúi frá heilbrigðisráðuneyti, HSU og sveitarfélaginu á Hornafirði. Samráðshópnum er ætlað að skoða möguleika til samþættingar, til dæmis hvað varðar heimaþjónustu og heimahjúkrun og gera áætlun hvað varðar tímasetningar slíkra breytinga. Verði niðurstaðan að sami verði afmarkaða hluti þjónustunnar. Samráðshópurinn hóf vinnu eftir að forstjóri, fjármálastjóri og fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins heimsóttu stofnunina þann 29. til 30. október síðastliðinn. Viðræður hafa mestu snúið að flutningi starfsmanna milli stofnana og þeim áhrifum sem það mun hafa á einstaklinga. Í upphæði var gengið út frá því að nýtt yrði það svigrúm sem ráðherra gefur í ákvörðun sinni samning við sveitarfélagið rekstur heimahjúkrunar og sjúkrarýma. Sveitarfélagið gat ekki sætt sig við fyrstu tillögur HSU varðandi þær hugmyndir og átti von á frekari viðræðum út frá því sem ekki hefur verið boðið upp á.
Sveitarfélagið fékk sendan samning til undirritunar þann 12. mars síðastliðinn sem ekki hefur fengið efnislega umræðu í samráðshópnum. Bæjarráð fjallaði málið þann 17. mars síðastliðinn og undraði sig á gangi mála og óskar eftir fresti til yfirfærslu vegna álags í samfélaginu tengt útbreiðslu COVID-19, bæði á stjórnendur sveitarfélagsins og ekki síst á starfsfólki í heilbrigðisþjónustunni. Í gær miðvikudag tilkynntu stjórnendur HSU í tölvupósti til bæjarstjóra að yfirfærslan stæði 1. apríl og myndi hefjast strax á föstudag með bréfi sendið til viðkomandi starfsmanna sem færast munu yfir til HSU. Bæjarstjórn furðar sig á þessu vinnubrögðum og krefst þess að stjórnendur HSU verði við þeim óskum sveitarfélagsins Hornafjarðar að fresta yfirtöku á rekstri heilsugæslu, sjúkrarýma, heimahjúkrunar og sjúkraflutninga þar til hægist í samfélaginu og á stofnuninni í kjölfar COVID-19 faraldursins. Það má eflaust laga hérna eitthvað orðalagi í þessari bókun, en þetta mín tillaga. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 8. lið, samningur rekstur heilbrigðisþjónustu á Hornafirði. Hverju sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ásgerður, gjörðu þú vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í sveitarfélagi Hornafjarðar hefur verið með þessa þjónustu frá 1996, gert það vel og verið hampað fyrir það á tyllidögum að við séum að gera vel í því að vera samþættingu á heilbrigðisþjónustu og félagsþjónustu og öðru slíku. Og það voru því ákveðin vonbrigði þegar að ráðherra tekur þessi ákvörðun í lok síðasta árs að nýta sér ekki framlengingar ákvæði í samningnum við sveitarfélagið. Það var gert að þeim grunni að það var að koma fjármögnunarlíkan sem átti að koma til framkvæmda áramót fyrir heilsugæsluna. Þannig að það myndi breytast rekstrarþættir þar, þannig að þess vegna væri þessu sagt upp, myndi ekki vera nýtt þetta svigrúm, þessi framlenging. Síðan kom í ljós að fjármögnunarlíkaninu var frestað, það tekur ekki gildi fyrir næstu áramót. Þannig að reksturinn er í rauninni bara með sama móti og hefur verið undanfarin 24 ár. Þannig að í sjálfu sér er ekkert sem að hastar eða neitt akút í því að færa yfir þennan rekstur akkurat á þessum tímapunkti. Við áttum von á og náttúrulega þessi yfirlýsing frá ráðherra það að gefa þeim tækifæri til þess að semja við okkur var ákveðið ljós í þessum vonbrigðum sem að við urðum fyrir og töldum bara að þarna væri gott tækifæri og við myndum ná saman, enda væri þetta nokkuð borðleggjandi hvernig þjónustan gæti verið bara í sama sniði hún hefur verið undanfarin áratugi. En þegar áreindi þá er náttúrulega bæjarstjóri fór yfir hvernig þetta hefur verið og ég bara tek heilshugar undir með Matthildi bæjarstjóra að þetta eru vonbrigði og ég held að það sé eiginlega bara svo á þessum tímapunkti í miðjum faraldri undir miklu álagi að þá sé eiginlega bara alveg galið að fara í þessa breytingu. Þannig að ég sé eiginlega ekki hvaða rauninni máli það skiptir fyrir HSU í heild sinni að þetta frestist, reksturinn er í bara, það er ekki verið að gera hérna breytingar eða neitt slíkt, þetta er mjög hefðbundin rekstur sem á sér þarna stað. Og eins og ég segi bara og Matthildur bæjarstjóri kom inn á að þarna er mikið álag öllu heilbrigðiskerfinu og þetta bætist ofan á, þetta gæti ykkur sagt að við hefum átt von á þessu allan tíman, að þetta sé búið að standa til allan tíman, en þá stóð líka til að við hefðum væntingar það að það væri þarna ákveðnir þættir sem að myndu ekki fara yfir sem er ákveðið flækjustig og þó að það hefði verið sendur hingað samningur með ákveðnum tillögum eða bara ákveðnum kröfum frá þeim eða bara tilkynning frá þeim að þá mun það hafa áhrif á hvernig reksturinn er samsettur þar sem þetta er ákveðin atriði þarna sem að fléttast mjög þétt við starfsemi sem að sveitarfélagið mun verða með áfram. Samningnum fylgdu engar tillögur að því hvernig þau sjá fyrir sér að útfæra þetta og ekkert samtal það hvernig þetta væri hægt að útfæra og það finnst mér bara mjög miður
og ég legg til að bæjarstjórn geri þessa bókun að sinni og þetta verði sendt til HSU, stjórnenda, til heilbrigðisráðherra og til þingmanna sem að hér á þessu svæði, sem að ég vona að hjálpa okkur í því að fá þessari ákvörðun bara frestað. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Orðið er laust 8. lið. Gjörðu svo vel, Sæmundur. Forseti, góðir fundarmenn. Ég tek alveg heilsumur undir þessa bókun, en út frá orðum sem bæjarfulltrúi Ásgerður var að segja hér áðan, þá er kannski tvennt og kannski annað sem að Matthildur kannski vantar í þessa bókun af mínu áliti. Það er hann vísa í þetta líkan, þetta sem ákvörðun það að samningarnir héldu áfram í þessu fari, að þá finnst mér það vanta í þessa bókun að í raun og veru ef að það er búið að taka þá ákvörðun að fresta, eins og þú komst inn á, Ásgerður, að fresta þessu ár, þessu kostnaðarlíkani, þá finnst mér við ættum að koma því að. Sömuleiðis finnst mér í raun og veru að vanta, því að hér er niðurlagið og að krefjast þess að stjórnendur HSU verði við þeim óskum sveitarfélagsins, að við ættum bara að bæta við bæði að ráðherra og þá þingmenn beiti sér í málinu, að bara tala beint. Þeir fá ekki bara afrit, heldur að bókunin bara sé stíluð á ráðherra og þingmenn að beita sér í þessu máli. Því að það er akkurat það sem við þurfum, það er bara að hafa þennan samning þá út árið eins og hann er í raun og veru uppáskrifaður með. Og þetta er náttúrulega bara valdníðsla í raun og veru að fara svona fram, og ég tek hins vegar alveg heilshugar undir allt, en ég legg það til, ég er ekki með orðalagið núna, en ég legg það til að við bætum þessu inn í bókunum. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Það voru góðar ábendingar. Páll Róbert, varst búinn að biðja orðið, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég get ekki annað en tekið undir þessar vangaveltur hérna með þessa blessuðu yfirfærslu. Þetta er í rauninni alveg hreint með ólíkindum að þegar að kemur ný ráðherra, þá þarf einhvern veginn alltaf að snúa öllu á hvolf, og það er einhvern veginn eins og það sé aldrei hægt að læra af reynslunni. Við erum aldrei búin að sýna það síðan 1996 að við getum rekið þetta hérna og höfum gert það mjög vel. Og einmitt að því að við höfum séð alla þætti þjónustunnar, að þá hefur þetta gengið vel, en þess að það er hægt að, við erum í litlu samfélagi og það er hægt að samnýta starfskrafta eða milli sviða. En núna sýnist mér að staðan vera svo að það er bara búið að negla það niður að við erum að fara undir HSU á Selfossi, sem eru ekki nema 400 km í burtu, og það er búið að bjóða okkur upp á samning sem kveður á að eins og mér sýnist að vera, að þá eru HSU að velja sér bestu bitana og skilja okkur eftir þá með hjúkrunarrýmin sem að öll sveitarfélög í landinu hafa verið í vandræðum með að reka, ein og sér. Þannig að það er búið að koma í rauninni í veg fyrir það að við getum náð fram nokkurri hagræðingu í þessu, og mér finnst þetta alveg skelfileg ákvörðun. Þannig að ég styð heils hugar að við mótmælum þessu, og ég vona að okkar þingmenn og ráðherrar skoði máli betur áður en að þessu verður skellt á. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Orðið er laust 8. mál á dagskrá, samning heilbrigðisþjónustu. Matthildur, gjörðu svo vel. Já, forseti og bæjarfulltrúar, takk fyrir þessa umræðu. Ég tek heils hugar undir hvert orð sem hér hefur verið sagt og legg til að ég fái að aðlega bókunina eftir þessu samtali og þessum orðum sem hafa farið hérna fram, og hún verði endanleg í fundargerð bæjarstjórnar. Málið er enn
laust um 8. lið á dagskrá samningur og rekstur heilbrigðisþjónustu. Það er hér vangaveltur bókun og gera hana illvígari. Og ég er alveg hjartanlega sammála öllu því sem hér hefur komið fram að þetta er hér alvarlegasta mál og eins og Páll Róbert bent á það er verið að taka bestu bitana og við sitjum uppi með mjög þunga rekstur eins og við vitum hér öll. Við ætlum að gera hlé á fundi meðan bókun verður endanlega útfærð.
Þá hef ég fund aftur og við höfum lagað hér bókunina vegna 8. máls á dagskrá, samningur rekstur heilbrigðisþjónustu. Matthildur, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég ætla að fá að lesa hér upp bókunina eftir lagfæringar í hlénu. Sveitarfélag Hornafjörður hefur átt í samningaviðræðum við stjórnendur HSU frá því í nóvember eftir að heilbrigðisráðherra tók ákvörðun samanber neðangreint þann 23.10.2019 sem byggði á innleiðingu fjármögnunarlíkans í heilsugæslunni sem taka átti gildi áramót 2019 til 2020 en var hins vegar frestað til næstu áramóta 2020-2021. Samkvæmt bréfi ráðherra hljóðaði það svo: Heilbrigðisráðherra hefur ákveðið að frá og með 1. janúar 2020 verði HSU alfarið falin umsjón með allri heilbrigðisþjónustu utan reksturs hjúkrunarrýma í umdæmi Hornafjarðar. HSU verði frjálst að gera samning við sveitarfélagið rekstur ákveðinna þátta. Samhliða leggur ráðherra til að stofnaður verði samráðshópur sem í sitja fulltrúi frá heilbrigðisráðuneyti, HSU og sveitarfélaginu Hornafirði. Samráðshópnum ætlað að skoða möguleika til samþættingar, til dæmis hvað varðar heimaþjónustu og heimahjúkrun og gera áætlun hvað varðar tímasetningar slíkra breytinga, verður niðurstaðan að sami verðum afmarkaða hluti þjónustunnar. Samráðshópurinn hóf vinnu eftir að forstjóri, fjármálastjóri og fulltrúi heilbrigðisráðuneytisins heimsótti stofnunina þann 29. til 30. október. Viðræður hafa að mestu snúið að flutningi starfsmanna milli stofnana og þeim áhrifum sem það mun hafa á einstaklinga. Í upphafi var gengið út frá því að nýtt yrði það svigrúm sem ráðherra gefur í ákvörðun sinni samning við sveitarfélagið rekstur heimahjúkrunar og sjúkrarýma. Sveitarfélagið gat ekki sætt sig við fyrstu tillögur HSU varðandi þær hugmyndir og átti von á frekari viðræðum. Slíkt hefur hins vegar ekki verið boðið upp á. Sveitarfélagið fekk sendan samning til undirritunar þann 12. mars síðastliðinn sem ekki hefur fengið efnislega umræðu í samráðshópnum. Bæjarráð fjallaði málið þann 17.3. undraði sig á gangi mála og óskar eftir fresti til yfirfærslu vegna álags í samfélaginu tengt útbreiðslu COVID-19, bæði á stjórnendur sveitarfélagsins og ekki síst starfsfólks í heilbrigðisþjónustunni. Í gær miðvikudag tilkynntu stjórnendur HSU í tölvupósti til bæjarstjóra að yfirfærslan stæði 1. apríl og myndi hefjast strax á föstudag með bréfi sendu til viðkomandi starfsmanna sem færast muni til HSU. Heilbrigðisstofnunin á Hornafirði hefur verið rekið með sóma í 24 ár með samþættri þjónustu. Við það að slíta þjónustuþætti sundur gerir það reksturinn mun erfiðari, samþættingu sömuleiðis og dæmin sýna það allt land að rekstur hjúkrunarheimila þungur sér í lagi smærri hjúkrunarheimila líkt og hér á Hornafirði. Bæjarstjórn furðar sig á þessum vinnubrögðum og krefst þess að stjórnendur HSU verði við þeim óskum sveitarfélagsins Hornafjarðar að fresta yfirtöku á rekstri heilsugæslu, sjúkrarýma, heimahjúkrunar og sjúkraflutninga þar til hægist í samfélaginu og á heilbrigðisstofnuninni í kjölfar COVID-19 faraldursins. Bæjarstjórn skora jafnframt á heilbrigðisráðherra og þingmenn kjördæmisins til að beita sig fyrir því að þessu máli verði frestað. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið laust þennan 8. lið. Þeir sem eru þá því samþykkir að gera þennan lestur að bæjarstjórnar og senda á viðkomandi ráðuneyti og þingmenn, gera svo leiðstu bönd, það allir því sammála. Það kannski rétt áður en ég held lengra að þá láðist mér í upphafi að biðja að fá að koma þessum lið og fleiri liðum á dagskrá. Og það kannski rétt að ljúka því bara af hér. Það á seint, ég hef ekki takað þetta dagskrá. En þeir sem eru samþykkir að taka sóttvarnir COVID 2019, það var hér 7. liður, 8. lið, samning rekstur heilbrigðisþjónustu og það voru fleiri liðir. Það 24, það kosning 1. varaforseta bæjarstjórnar og kost 25, það kosning í bæjarráð, að hleypa þessum liðum á dagskrá, vil ekki gjöra svoleiðis eftir fönd. Það séu 27 líka segir Sæmundur, jú, það fjarfundar. En mér til varnar í þessu máli þá hefur mikið verið að gerast á internetinu undanfarna daga með að breyta fundum og dagskrám og annað, þannig að þetta bara því miður þegar fór hér frá hjá mér. En 9. mál á dagskrá,
Það er barnvænt sveitafélag, innleiðing barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Matthildur, þú baðst um orðið, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, barnvænt samfélag eða barnvænt sveitafélag er skemmtilegt eða jákvætt verkefni sem að félagsmálaráðuneyti hefur verið að taka svolítið yfir. En UNICEF hefur verið með þetta mál í þróun undanfarin ár með Akureyri sem tilrauna sveitafélag. Verkefnið þar hefur gefist vel og félagsmálaráðherra tók ákvörðun að taka verkefni í sínar hendur og bjóða fleiri sveitafélögum að taka þátt. Sveitafélag Hornafjarðar lýsti yfir áhuga á að taka þátt í þessu verkefni og fengum við hingað heimsókn frá starfsmönnum verkefnisins frá ráðuneytinu og kynntu þau það sem í því felst. Og það er meðal annars að ákvörðun að taka sveitafélag mun snúa alfarið að því að hugsa fyrir hag barna tengt ákvörðunartöku ásamt því að fá ýmis námskeið, ráðstefnu, fræðslu fyrir starfsfólk og íbúa. Og ekki síst er þarna í þessu verkefni mælaborð, það sem mælir í rauninni vísitölu barnvænt samfélagi, vísitölu vellíðan, eða svo maður segja, ég fer kannski ekki alveg með rétt orð, en þessi vísitala hjálpar okkur að starfa markvissara að hag barna í sveitafélaginu. Það er því ánægjulegt að bæjarstjórn ætlar að samþykkja þátttöku í þessu verkefni, þó svo að það fari kannski ekki að fullu af stað fyrir hægist í samfélaginu, en það er mjög spennandi að fá að fylgja því úr hlaði. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Orðið er laust 9. mál á dagskrá, barnvænt sveitafélag, innleiðing barnasáttmála. Einhverjir sem vilja tjá sig það? Þá legg ég til að bæjarstjórn samþykki að ganga til samninga við félagsmálaráðuneytið og UNICEF að innleiða barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þeir sem eru því samþykkir gjöra svoleiðis eftir hönd. Það er samþykkt samhljóða. 10. mál á dagskrá er stýrihópur heilsueflandi samfélag, erindisbréf. Sveitafélagið Hornafjarðar er aðili að heilsueflandi samfélagi og leik-, grunn- og framhaldsskóli eru heilsueflandi skólar. Í stýrihópnum eiga sæti fulltrúar leik-, grunn- og framhaldsskóla, fulltrúar HSU, félagsþjónustu, ungmennaráðs, ungmennafélags Sindra og foreldrafélags grunnskólans og félags eldri borgara. Bæjarstjórn leggur til að samþykkt verði erindisbréf og leggur til að stýrishópurinn beri heitið lýðheilsuráð. Hópurinn sem unnið hefur að forvarnarmálum verður hluti að lýðheilsuráði. Orðið er laust þetta mál, 10. mál á dagskrá, stýrihópur heilsueflandi samfélag, erindisbréf. Það gefur mér engin merki þar. Þeir sem eru því þá samþykkir að stofna þetta eða tekina þetta erindisbréf og svo stofna þetta lýðheilsuráð gjöru svoleiðis rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 11. mál á dagskrá eru verklagsreglur vegna ofbeldis á óviðkomandi framkomu starfsmanna gagnvart börnum. Sveitafélagið Hornafjarðar leggur ríka áherslu á réttindi barna í stofnunum á vegum sveitafélagsins. Verklagsreglur þessar eru liður í þeirri viðleitni að tryggja rétt viðbrögð þeirra sem vinna með börnum þegar kvörtun eða tilkynning berst vegna óviðkomandi framkomu starfsmanna sveitafélagsins gagnvart barni. Verklagsreglunar ná til allra starfsmanna sveitafélagsins sem starfa með eða hafa umsjón með börnum. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki þessar verklagsreglur vegna ofbeldis eða við óviðeigandi framkomu starfsmanna gagnvart börnum. Orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru því þá samþykki þessar verklagsreglur gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 12. mál á dagskrá er hitaveita og hér er mál sem Páll Róbert minntist á áðan og er ofal í huga margra bæjarbúa og sveitafélagi er hér að leggja sitt af mörkum til að gera þetta þægilegra fyrir þá
og það er lagt hér til að byggingarleyfisgjöld vegna breyting á hitakerfum húsa verði lögð niður eða falli niður til 30. júní 2021. Orðið er laust þetta mál. Matthildur, gjörðu svo vel. Lagning hitaveitu hefur nú verið tíðrædd hér undanfarin misseri og ég vil meina að það sé bara af hinu góða. Þetta er oft erfitt fyrir íbúa að leggja í svo mikinn kostnaði eins og Páll Róbert kom inn á hér áðan. En í umræðinu hefur meðal annars komið fram að fólk kannski treysti sér ekki alveg til að fara í þessa framkvæmdir strax og í samtölu mínu meðal annars við Orkusetur sem varðandi niðurgreiðslur á rafmagni þá er svo sem boðið upp á að tengjast strax án þess að hita sér eða án þess að vatninu sé hleypt á húsin strax og jafnframt svona verið uppi möguleikar að þetta muni dragast eitthvað verkefni, það fer þó eftir þáttöku. Ég velti aðeins fyrir mig hvort að gildistíminn eigi að vera aðeins lengri heldur en til 30. júní 2021 sem er bara næsta sumar. Það er eiginlega það sem kom rétt upp í hugan þessa stundina. En það er svo sem hægt að taka ákvörðun það síðar. En til þess að upplýsa íbúa það, þá erum við jafnframt að bíða eftir og erum að fá inn tilboð í tengigrindur og við erum að vinna með þau og fá fleiri tilboð til þess að greina betur en leið og það liggur fyrir sem getur orðið bara í næstu eða þar næstu viku þá munum við kynna það fyrir íbúum og það þýðir góðan afslátt af tengigrindum sem hinn almenni íbúi kannski getur ekki fengið sjálfur út úr búð. Þakka þér fyrir þetta, Matthildur. Ég held að svo stöddu þá höldum við okkur við þessa dagsetningu og við framlengjum þá bara þegar það kemur ef á þarf að halda. Orðið er laust þetta mál, 12. mál á dagskrá, hitaveita, er einhverjir sem vilja taka til orðs? Það er ekki og þeir sem eru þá samþykkir að fella niður byggingarleyfisgjöld vegna hitaveitu til 30. júní 2021, gjörðu svo vel rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 13. mál á dagskrá er nýtt götuheiti í Óslandi. Umhverfis- og skipulagsnefnd leggur til að nýtt götuheiti verði Sandeyri. Þetta er gata á skipulagi í Óslandi sem hefði ekki verið búið að gefa nafn. Gamalt gott nafn. Ég hef góða minningar af Sandeyrinni sem ég var á Tunnufleka þar, en það er nú annað mál. En þeir sem eru þessu samþykkjur gjörðu svo vel rétt upp hönd. Sandeyri skal hún heita. Takk fyrir það. Allir samþykkt samhljóða. 14. mál á dagskrá. Endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulags Hornafjarðar 2012-2030. Markmið með endurskoðun á ferðaþjónustukafla aðalskipulagsins er að fara yfir skilmála ferðaþjónustu með nýjan forsendum viðmið í huga. Einnig er markmið að skilgreina hvers konar þjónustu og í hve ríkum mæli á að heimila hana utan skilgreita þjónustusvæða. Hér er bæði horft til uppbyggingar sem beint tengist ferðaþjónustu sem og annarri þjónustu svo sem uppsetningu fjarskiptamastra, upplýsingagjöf og fleira. Skipulagið var auglýst 19. desember til 3. febrúar. Umsagnir hafa borist frá Skipulagsstofnun, Minjastofnun, Umhverfisstofnun, Vegagerð, Haust og íbúum. Íbúafundur var haldinn málið 5. mars. Í ljósi umsagna og athugasemda sem borist hafa við skipulagið leggur Umhverfis- og skipulagsnefnd til að fallið verði frá því heimild að lítil gistiheimili íbúðabyggð eins og auglýst var í tillögunni eins og tillögin gerir ráð fyrir. Til að koma til móts við rekstraraðila sem þegar eru með minni gistiheimili í rekstri íbúðasvæðum verði þó heimild að endurnýja leyfin til næstu 3 ára. Fyrir gistiheimili sem nú þegar eru í rekstri verða þau að uppfylla eftirfarandi skilmála og að þeim tíma liðnum verður ekki gert ráð fyrir gistiheimili íbúðabyggð umfram heimagistingu samanber 13. grein reglugerðar 1277/2016 veitingastaði, gististaði og skemmtanahald. Gert er ráð fyrir að 0,8 bílastæði verða hvert herbergi innan lóðar
Sett verður upp greinilega merkingar til að aðgreina gististæði frá íbúðasvæði. Gisting sem nú þegar hefur starfsleyfi frá Haust og rekstrarleyfi frá sýslumanni. Leyfið verði bundið við þá fasteign og þann leyfishafa sem þegar hafa leyfi og hafa í hlutfalli að því húsnæði sem leyfið er í. Ég legg því til að bæjarstjórn samþykki breytingar á ferðaþjónustu aðalskipulagsins samkvæmt sveitarstjórnarlögum númer 32 og skipulagslaga 123 með þeim breytingum sem bent er á í umsókn skipulagsstofnunar og bæjarstjórn gerir svör umhverfis- og skipulagsnefndar að sínum. Orðið er laust þessa breytingar og endurskoðunar ferðaþjónustu aðalskipulags. Þeir sem vilja taka til máls gerir svo vel reistu hönd. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðu bæjarfulltrúar. Ég vil fá að gera grein fyrir mínu atkvæði í þessu máli. Þannig er að endurskoðun á ferðaþjónustukaflanum, hún hófst hér 2016 eða 2017 og því hefur þetta mál verið að malla í töluverðan tíma. Og í upphafi fóru Gunnlaugur Róbertsson, þáverandi skipulagsstjóri og Ardís Erna Halldórsdóttir í atvinnu- og ferðamálafulltrúi ásamt Eflu verkfræðistofu að stað og hittunar í alla hagsmunaraðila ferðaþjónustunnar og landeigendur til þess að kalla fram þær breytingar sem gera þurfti á ferðaþjónustukafla aðalskipulags. Svo hefur skipulagsnefnd og síðar umhverfis- og skipulagsnefnd sem og fleiri fastanefndir rætt málið og kynningar hafa farið fram í lögbóðinu og formlegu ferli eins og forseti kom hér inn á. Og nú er málið sem sagt komið á lokastig og liggur núna hér hjá okkur til samþykktar. Og það er margt mjög ágætt að segja þessar breytingar sem eru tíundar í skjali sem Efla leggur hér fyrir og við höfum rætt og margt mjög jákvætt en nánast allt nema einn þáttur. Og ég vil þá fá að það var sem sagt sett reglugerð á landsvísu sem bannar gistiheimili í íbúðabyggð en leyfir heimagistingu í 90 daga eða með alltaf 2 milljónir í tekjur. Og því hafa þeir sem þetta var gert árið 2016 ef ég man þetta rétt. Og því hafa þeir sem hafa haft heimagistingarleyfi haft 4 ár til að aðlaga sig að þeim breytingum. Og í meðferðinum á þessum máli var einsýnt að breyta þurfti okkar aðalskipulagi til að mæta þessari reglugerð sem er á landsvísu. Við höfum líka margrætt þá gagnrýni sem fjöldi fólks hefur sent þessi minni gistiheimili í íbúðabyggð og ónæði sem fólk verður fyrir af þessum sökum. Gistiheimili í íbúðabyggð leiða það af sér og það er eina ábendingin að húsnæði vantar á kaupmarkað eða á botnfrosinn leigumarkað. En sem sagt við stjórnarskiptin hér í sveitarfélaginu 2018 var ákveðin stefnubreyting í málinu þar sem meirihlutinn vill heimila minni gistiheimili í íbúðabyggð þvert á þessa reglugerð og þvert á þær athugasemdir sem liggja fyrir í málinu. Þetta hefur verið gagnrýnt frá upphafi máls af minnihlutanum í skipulagsnefnd, af skipulagsstofnun og af þeim hagsmunaraðilum sem hafa sent inn athugasemdir í ferli málsins. Þessi gagnrýni kom einnig mjög berlega í ljós á íbúafundi sem haldið var skipulagsmál núna í byrjun marsmánaðar. Og þegar málið er skoðað í kjölinn þá sé ég engin haldbær rök eða neinar ályktanir frá þeim aðilum sem málið varðar sem styðja þá afgreiðslu sem málið mun fá núna. Öll málsgögn benda á því gagnstæða. Þannig er það að sum mál sem tekin eru til afgreiðslu hafa verið opinberlega á stefnuskrá flokkana sem ráða hverju sinni fyrir kosningar. Svo er það mál sem eins og þetta sem hafa verið dulin í stefnuskrá flokka fyrir kosningar og nú mun koma berlega í ljós að samþykkja á breytingu á aðalskipulagi þar sem sérhagsmunum er teflt fram fyrir heildarhagsmuni. Það er með öðrum orðum verið að efna dul í kosningaloforð sem litlu sérhagsmunahópi var lofað þvert á vilja heildarinnar. Það er engin gögn í málinu sem kalla eftir þessari aðgerð nema umræða í nefndum sem hvergi er skráð eða fylgir sem fylgigagn. Og síðasta vendingin í málinu, þessi millileið að leyfa þeim sem leyfin hafa að halda áfram í 3 ár til viðbótar er bara grímulegs aðferð til þess að uppfylla kosningaloforð, segi ég. Og þannig er málinu einfaldlega kastað til næstu bæjarstjórnar líka sem mun þá fá þetta í fangi og þarf að taka afstöðu til þess eftir 3 ár. Og því get ég ekki samþykkt þetta mál eins og það er lagt fram þó svo að málið sé að öllu öðru leyti gott.
og ég vísa í bókanir mínar í málinu, bæði í bæjarráði og í nefndum og segi því nei við afgreiðslu á þessu máli. Þakka þér fyrir þetta, Sæmundur. Páll Róbert, gjörðu svo vel, orðalaust. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, hérna erum við að fjalla mál sem er búið að vera í vinnslu að því mig minnir síðan 2017, síðasta kjörtímabili, og það hefur mikið vatn runnið til sjávar á þeim tíma eins og kannski fólk gerir sig grein fyrir. En það þegar að hérna urðu stjórnarskiptið 2018 að þá varð smá breyting á málinu þegar að meirihlutinn vildi opna á þessa reglugerð sem var sett 2016 minnir mig, að leyfa minni gistiheimili í íbúðabyggð, en minnihlutinn hefur verið mótfallinn því meðan ég var allavega í skipulagsnefndinni en svo ef við horfum nú bara tilbaka núna 2020 þá er staðan náttúrulega orðin allt önnur og sem betur fer þá sá meirihlutinn að sér með þetta að setja minni gistiheimili inn í íbúðabyggð og ekki síst kannski í ljósi stöðunar sem er uppi núna og hefur verið síðustu misserin. Það er samdráttur í ferðamennsku, fyrir utan það að ég vil ekki heimila þetta inn í íbúðabyggð. Ég tel að íbúðabyggð eigi að vera íbúðabyggð og ef að menn ætla að vera með rekstur þá á heilsársbasis þá eiga það bara að vera á verslunar- og þjónustusvæði. En nú er komið fram þessi tillaga að framlengja í 3 ár við þau gistiheimili sem er í gangi núna. Mér skilst að þetta séu einhver 6-7 hús að mér skilst en þá var allavega ekki verið að fara í þessa aukningu sem að kannski hefði blasað við. Þannig að ég get svo sem alveg sætt mig við þessa sáttatillögu í málinu, þannig að ég mun ekki standa í vegi fyrir þessu. Takk fyrir. Og þá tek ég aðeins við fundastjórn og Ásgrímur ætlar að fá orðið. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Fyrst aðeins með þessar, ég veit ekki, kosningaloforð og einhverjar svona duldar hvatir hjá meirihlutanum til að framkvæma þetta. Ég bara vísa þessu algjörlega til föðurhúsanna og ég man ekki eftir þetta hefði verið rætt í kosningabaráttunni, allavega ekki þar sem ég var. Þannig að mér finnst mjög óheiðarlegt að Sæmund að vera með einhverja svona aðdróttanir, hann verður þá allavega að reyna að standa við þar og upplýsa mig hvaðan hann hefur þetta. Og þetta hefur aldrei verið neitt kappsmál hjá meirihlutanum heldur að berja þetta í gegn. Þetta var bara verkefni sem þurfti að ákveða og taka og við skelltum fram þessu og heimilum þetta, tókum svo umræðina og íbúafundum og við fólk og í nefndum og erum svo komið með þessa lendingu hér sem við erum að reyna að fara svona bil beggja. Og hvað íbúafundin var það sem var 5. mars að það hefði komið svo berlega í ljós segir Sæmundar að fólk hafi verið að móta þessu, það voru bara skipta skoðanir þetta og þetta féll bara greinilega hvernig sumir hentar þetta og öðrum ekki. Þannig að það er voðalega erfitt að svara þessu einhvern veginn öðru sinni. Ég var nú búinn að undirbúa mig eitthvað undir þetta, ég þurfti að taka þessa ræðu hér. Já, nú eru liðin 3 ár síðan ákveðið var að fara í endurskoðun á ferðaþjónustukaflanum aðalskipulags. Á þeim árum hafa sveitarfélög bæði verið að gera aðalskipulög og eins hafa þau verið að breyta eldri skipulögum. Það er misjafnt hvernig þau hafa brugðist við reglugerðinni minni gistiheimili íbúðabyggð. Sum hafa bannað þetta, en önnur hafa leyft þetta og svo allt þar á milli. Eftir samráð, samtöl og vel ígrúndað hugsun er það tillaga umhverfis- og skipulagsnefndar að þetta fari svona eins og fór eins og ég las hér áðan, en fulltrúi Sæmundur Helgason, fulltrúi 3. framboðsins, hann stendur utan við þetta, eins og hann sagði hér eftir það, en aðrir í nefndinu voru þessu sammála.
Með þessari útfærslu erum við að fara bilbeggja. Við gefum því fólki sem hefur rekið þessa þjónustu í sínum eignum 3 ár til að hætta þessum rekstri. Þetta fólk hefur gert áætlanir og jafnvel bókað fram í tíman, þó svo ástandið í dag sé ekki bjart með þær bókanir. Sagt hefur verið í þessari umræðu að það hefði átt að vera því ljóst að leyfin rynnu út og þess vegna hefði átt að hætta þessu. En kannski hafði fólk væntingar um það, sveitarfélagið Hornafjarðar gerði eins og mörg önnur sveitarfélög heimilaði þetta áfram með einhverjum kvöðum eða alfarið, en kannski áttu þau bara að segja ok, sveitarfélagið Hornafjarðar kemur aldrei til með að heimilaði þetta, það bara bannar þetta. En ég held að fólk hafi verið bjartsýnni heldur en það. Við leyfum ýmislegt annað í íbúðabyggð heldur en þetta er stóra málið. Við leyfum dagmömmur, við leyfum hárgreiðslustofur, ég man eftir minni tíð 3 íþróttavöruverslanir í íbúðabyggð og blómabúð og kannski er ég að gleyma einhverju, það er nú annað mál. En kannski voru þetta væntingar hjá fólki og rangar væntingar að það geti haldið þessum rekstri áfram. Það er ég ekki sannfærður um, ég finnst þetta bara ekki hættulegt, hvað það? En bara svo því sé haldið til haga, þá erum við ekki að fjölga þessu leyfum. Þessi leyfi hafa verið í gangi. Og eins og Páll Róberts kom inn á, þá eru þetta 12 leyfi eða heila, það eru herbeggi og hæðir og hlutar á húsum og ég held að séu 4 hús að fullu í þessu, ef ég maður rétt. Og ég lesi þessa ágætu áfangastaðaskýrslu DMP á Suðurlandi og það er sko alveg talið kostur eins og galli í þeirri skýrslu að vera með fjölbreytta gistiþjónustu. Sumum okkar gestum hentar það að leigja hér hús eða hæð og búa inn á heimilum. Það er kannski fjölskylda sem kemur hér. Við vitum alveg hvernig við ferðumst annars staðar. Þetta bara hentar sumum að vera með þetta allt í hótelum og ég er ekki sammála því að það sé eitthvað akút mál hér. Mér finnst þetta bara góð fjölbreytni í ferðaþjónustuna hér á Hornafirði. Og eins og ég sagði áðan að það hefur ekkert verið neitt forgangsmál hjá meirihlutanum og það er engin pólitík eða einhverjir vinagreiðar eins og Sæmundur er í að hér í gangi. Þetta er bara skynsemi og ekkert annað. Já, takk fyrir þetta Ásgrímur. Orðið er ennþá laust undir ferðaþjónustukafla aðalskipulagsins. Eitthvað sem vill tjá sig meira um það? Sæmundur, gjörðu svo vel. Fundarstjóri og góðu fundarmenn. Ég vil bara fá aðeins að bregðast við. Sko, það er alls ekki þannig að það sé verið að banna gistingu inn í íbúðabyggð. Það er 90 daga regla, það er 2 milljóna króna tekjumark sem er reglugerð sem nær yfir allt landið, þannig að það er ekki eins og það sé verið að banna það í þeirri reglugerð sem er yfir allt landið. Þannig að ég get ekki tekið undir þessi sjónarmið að þetta rýri fjölbreytta gistingu af því að hún verður undir þeim formerkjum eftir sem áður fyrir þá sem það velja. Og annað sem að ég vildi bregðast við það er það að það sé verið að fara bilbeggja að fólk hafi haft væntingar um að þetta er framhald á þessu. Ég sé hvergi undir málinu neina bókun eða neina ábendingar frá neinum hagsmunaraðilum þess efnis. Það var það sem ég var að segja í ræðinu áðan. Ég sé hins vegar bókanir frá ferðaþjónustuaðilum, frá Ríki Vatnajökuls meðal annars, frá Skipulagsstofnun, það sem er bent á hið gagnstæða. Það er það sem ég var að nefna áðan. Ég sé það undir málinu, ég sé hinar ekki. Sé ekki þessar ábendingar, þannig að, og eins og reglugerðin var og er, þá var þar gefin, af því hún er frá 2016, þá var það gefið í raun og veru, nærri 4 ár til þess að bregðast við þessum breyttu tímum. Þannig að nú er bara með þessu þá verið að framlengja það 3 ár og það er það bara svoleiðis sem það verður. En ég er ekki sammála því, ég hefði viljað að við færum eftir reglugerðinni sem gildir yfir landið allt.
Takk fyrir þetta, Sæmundur. Orðið er ennþá laust undir þessu máli. Ásgrímur, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir, Páll. Ég las, náttúrulega var búinn að lesa mikið í kringum þetta og las þessa athugasemdir frá ríki Vatnajökuls sem koma út á þessari ákvörðun okkar og hún var frekar harður eins og þið hafið sjálfsagt lesið en mér fannst þú líka skrítin og mér fannst rökin í henni afskaplega einkennileg sum þeirra, svo ég segi nú ekki meira. Ég ætla aðeins að lesa hérna úr þessar skýrslur. Það að leyfa minni gistiheimili býður hættunni heima á margan hátt og hér eru nokkur dæmi og segja gæði í ferðaþjónustu munu minnka. Ég er bara ekkert sammála þessu. Ég er bara gistin á ágætis heimilum bara bæði hér á Íslandi og erlendi sem að gæðin er ekkert verri heldur en á einhverjum hótelum. Sko, ég hef lent líka vont hótel. Þannig þetta er ekki rök í málinu. Þörfin er ekki til staðar. Og ef að þörfin er ekki til staðar, að þá náttúrulega dettur þetta bara upp fyrir sig, en þetta bara hendar sumum að gista svona. Þörfin ekki til staðar, engar greiningar hafi verið gerðar. En hvernig vitaði þó að það sé ekki þörf til staðar? Reglugerðin sem bent hefur verið á heimilar en kveður ekki á þessar breytingar. Það er alveg rétt hjá þeim, ég er alveg sammála því. Þetta er bara heimilar og sveitarfélög hafa verið að gera þetta eins og við erum að fara að gera hér núna. En þetta kveður ekki á þetta. Og eftirlit með nærri gistiheimilum er lítið sem ekkert. Og þar er ég líka alveg hjartanlega sammála. Þetta er ekki. Það hefur ekki verið nóg gott og þetta þurfum að herða og þetta var gert hér skilst mér að atvinnu- og ferðamálafulltrúi hans fór á þessar síður og athuga hvað verið í gangi og tók þá til í því og lét fólk vita að það væri ekki með rétt skráð hjá sér og þetta verður að reyna að framfylgja þessu betur. Svo þegar ég les þessa ágætu skýrslu þá get ég nú ekki annað en að niðurlagið, nei það er ekki niðurlag, það er eitthvað tíma miðja skýrslu, kemur þetta. Á undanförnum árum hafa við gefið út byggingarleyfi fyrir hótel en sem komið hefur gefið lagt í byggingu nýs hótel á Höfn og má reikna með engin leggi slíka fjárfestingu næsta árum ef verða komin gistiheimili í 5. hvert hús á Höfn. Hverski röksendafærslur eru þetta sko ætla að fara að halda því fram að hér ef við heiðum heimilega þetta það verið komin sko minni gistiheimili í 5. hvert hús á Höfn. Það eru það bil, hvað er 700 heimili í sýslunni, 500 í þéttbýlinu, við erum að tala um 100 hús. Mér finnst þetta illa unnið en þetta er skýrsla sem við fengum upp í hendunar og hvað jákvæðinni varðar Sæmundur að þá bara er það líka þessari ágætu skýrslu eins og ég sagði áðan að þetta er talið okkur til hagsbóta hér og eða við fáum gúdvíl upp á þetta og vondir íslensku náttúrulega að það er fjölbreytt gisting hér. Takk fyrir það, Ásgrímur. Orðin er þá laust undir ferðaþjónustu kafla aðalskipulagsins. Það er enginn sem kveður sér máls, þannig að ég legg þetta undir samþykki fundarins og bið þá sem eru samþykkir að gefa mér merki. Það er samþykkt með 5 atkvæðum, þeir sem eru á móti. Það er Sæmundur Helgason, einhver sitja hjá, Bryndís situr hjá. Og þá fær ég bara fundastundina yfir til Ásgrímur. Þakka þér fyrir þetta, Páll Róbert. Þá er það 15. mál á dagskrá aðalskipulagsbreyting Skaftafell 3 og 4. Þessu máli ætlum við að fresta enn og aftur. Þetta er búið að þvælast fyrir okkur en það þarf aðeins að laga hér uppdrætt áður við getum samþykkt þetta. En þessu máli verður frestað. 16. mál á dagskrá er aðalskipulagsbreyting Svínhólar. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Megin markmið með aðalskipulagsbreytingunni er að staðsetja nýtt verslunar- og þjónustusvæði og skógræktar- og landgræðslusvæði á Svínhólum í Lóni. Svæðið er afmarkað á uppdrætti og nánari skilmálar eru settir í greinargerð. Veðurstofan hefur unnið staðbundið hættumat fyrir svæðið. Tillagan var kynnt á íbúafundi þann 29. júlí 2019
á Höfn og í Lóni. Ákvörðun Skipulagsstofnunar matsskyldu liggur fyrir og fyrirhuguð framkvæmd ekki talin líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif og framkvæmdin því ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Ég legg til að aðalskipulagsbreytingin verði auglýst samkvæmt 31. grein skipulagslaga með breytingum í samræmi við umsögn Skipulagsstofnunar. Takk fyrir. Orðið er laust 16. mál á dagskrá, aðalskipulagsbreyting Svínhólar. Eitthvað sem vill tjá sig hana. Það er enginn sem gefur mér merki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo vel með réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 17. mál á dagskrá er deiliskipulag Svínhólar. Gjöra svo vel, Björgvin. Forseti, góðir fundarmenn. Nýtt 30 hektara svæði verður afmarkað á reitnum fyrir verslun og þjónustu. Á reitnum verður heimilt að byggja upp ferðaþjónustu með gistingu og eða hóteli sem hýst getur alltaf 200 gesti. Einnig er gert ráð fyrir aðstöðu fyrir starfsfólk í sérhúsi og 20 heilsárshúsum þar sem dvalið yrði aðeins hluta árs. Áform eru einnig uppi skógrækt á jörðinni í samræmi við samning við skógræktina nytjaskógrækt. Skógræktar- og landgræðslusvæði verður afmarkað í stað landbúnaðarsvæðis. Annað er norðan við Hringveginn og hitt er í Össurárdal. Á fundi skipulagsnefndar 7. mars 2019 var samþykkt að tillagan verði kynnt og auglýst í samræmi við 40. og 41. grein skipulagslaga samhliða vinnu við aðalskipulagsbreytingu. Ég legg til að skipulagstillagan verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga samhliða breytingu á aðalskipulagi. Þakka þér fyrir þetta, Björgvin. Orðið er laust 17. mál á dagskrá deiliskipulag Svínhólar. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. Já. 18. mál á dagskrá byggingarleyfisumsókn Víkurbraut 24. Björgvin, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Er að ræða breytingu á núverandi húsnæði að Víkurbraut 24 ásamt það bil 17 fermetra viðbyggingu. Ég legg til að bæjarstjórn heimili að vikið sé frá kröfum annarrar málsgreinar 43. greinar skipulagslaga breytingu á deiliskipulagi og grenndarkynningu þar sem óverulegt frávik er að ræða og ekki talið að hagsmunir nágranna skerðist hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Orðið er laust 18. mál á dagskrá byggingarleyfisumsókn Víkurbraut 24. Það er enginn sem tjáir sig það. Þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 19. mál á dagskrá er landskipti Skálafell 2. Eigendur Skálafells 2, landnúmer L160142, óska eftir skiptum út úr jörðinni Skálafell 2 samkvæmt uppdrætti. Útskipt eru 2 landareignir Skálafells, landnúmer L229403 og Skálafell 2A, landnúmer L210711. Þeir sem eru samþykkir þessum landskiptum gjöru svo vel að orðið laust þetta trúlega. Enginn vil tjá sig það. Þeir sem eru þessir samþykkir gjöru svo réttu hönd. Það er samþykkt samhljóða. 20. mál á dagskrá er landskipti Holtsendi. Eigandi Holtsenda, landnúmer L159493, óskar eftir skiptum úr landi Holtsenda samkvæmt uppdrætti. Útskipt er lóð Holtsendi 2, landnúmer L159493. Orðið er laust þessi landskipti. Einhver sem vil tjá sig þau. Þeir sem eru þeim þá samþykki gjöra svo réttu hönd.
21. mál á dagskrá er umsókn lóð, Miðós 12. Umsókn Mikael E.F. lóð á Miðós 12 lögð fram. Bæjarráð var jákvætt fyrir umsókninni. Orðið er laust þetta mál. Þeir sem þá samþykkir að úthluta þessari lóð gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 22. mál, umsókn lóð, Víkurbraut 25. Umsókn JEK EHF lóð á Víkurbraut 25 lögð fram. Bæjarráð var jákvætt fyrir úthlutuninni. Orðið er laust þessa úthlutun lóðar. Það er enginn sem gefur merki. Þeir sem því þá samþykki gjöra svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 23. mál á dagskrá er ósk laust frá störfum sem kjörinn fulltrúi. Erindi frá Erlu Þórólfsdóttur þar sem óskar eftir laust frá störfum í bæjarstjórn sveitarfélagsins þar sem eftir kjörtímabilsins 2018 til 2022 með vísan í 2. málsgrein 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011. Þeir sem eru samþykkir því að veita Erlu laust frá bæjarstjórnarstörfum gjöra vel að rétt upp hönd. Já, orðið er laust, já, fyrirgeðu. Sæmundur, gjörðu svo vel. Forseti, góðu fundamenn. Já, það er náttúrulega, auðvitað verður við þessu þó að það sé þvert gegn vilja því að það hefur verið einstaklega gott að starfa með Erlu í þessu starfi og ég sakna hennar nú þegar bara og óska henni velfarnaðar í því sem hún tekur sér fyrir hendur. En það er svona þungt að þurfa að segja já við þessu af því að það er bara hefur verið mjög gott og farsælt að starfa með Erlu Þórólfsdóttur og ég óska henni bara velfarnaðar í því sem hún tekur sér fyrir hendur. Takk fyrir þetta, Sæmundur. Ásgerður hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel, Ásgerður. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég tek undir með Sæmundi það með trega að ég kem hér upp í dag en ég vil gera það og þakka Erlu kærlega fyrir samstarfið núna á þessu kjörtímabili. Og Erla skipaði 3. sæti á lista Framsóknar og stuðningsmanna þeirra núna fyrir kosningarnar og kom sterk inn í okkar vinnu frá fyrsta degi. Þetta öflug og flott kona. Og mér langar að því að Erla undir málinu er bréf frá Erlu sjálfri og mér langar til þess aðeins að fá að vitna í það og þar kemur fram hennar orð. Starf mitt sem bæjarfulltrúi hefur verið krefjandi, gefandi og skemmtileg. Þegar ég byrjaði var ég algjörlega blaut á bak við eyrun en hef lært margt og öðlast reynslu á sviði sem ég hefði ekki trúað að ég geti gefið mér svona mikið. Hún segir, ég hef unnið með frábæru fólki sem hefur kennt mér mikið og staðið við baki á mér. Mér langar að þakka ykkur öllum fyrir ánægilegt samstarf og óska ykkur velfarnaðar í ykkar góða starfi fyrir samfélagið okkar hér á Höfn. Og þá lýkur tilvitninni í bréfið. Hennar orð er að hún hafi verið blaut á bak við eyrun og lært mikið en það er akkurat mjög gott að fá fólk sem að kemur algjörlega hefur ekki verið að vasast í þessu, fá blöndun og fá öflugt fólk sem að bara kemur með sinn sjarma og sína áru inn í störfin því að pólitík á ekki að vera einhvern veginn á einn hátt heldur er hún bara við öll eins ólík og við erum og ég vil þakka henni bara kærlega fyrir það starf sem hún hefur verið veitt okkur í Framsókn og stuðningsmönnum þeirra og í bæjarráði, bæjarstjórn og þeim nefndum sem hún hefur komið að og ég hef trú á því að Erla komi öflug inn síðar og bara hvet hana sama tíma og ég þakka henni fyrir samstarfið þá hvet ég hana til þess að koma inn aftur seinna þegar hún er tilbúin til. En það er persónulegum ástæðum sem hún fer út úr bæjarstjórn
á þessum tíma. Þakka þér fyrir þetta, Ásgerður. Það er eftirsjá Erlu úr pólitíkinni. Er orðið laust en það þetta? Það er ekki fleiri þeir sem eru þá því samþykkir að veita Erlu laust bæjarstjórn fyrir þetta kjörtímabil gjöra svo réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. Þessu fylgja einhverjar kosningar. Fyrst er það 24. mál á dagskrá, það er kosning varaforseta bæjarstjórnar. Og hér er borin upp sú tillaga Ásgerður Kristín Gylfadóttir verði fyrsti varaforseti bæjarstjórnar í stað Erlu Þórðardóttur. Orðið er laust þetta. Það er enginn og þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. Og 25. mál er kosning í bæjarráð. Hér er það boruð upp að Björgvin Óskar Sigurjónsson verði aðalmaður í stað Erlu Þórðardóttur. Björgvin verði varaformaður bæjarráðs B-lista og varamaður í hans stað verði Kristján Sigurður Guðnason B-lista. Orðið er laust þetta. Það er enginn sem gefur mér merki og þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo vel að réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. 27. mál á dagskrá er kosning í nefndir. Fyrst er það almannavarnanefnd. Það er borið hér fram að Kristján Sigurður Guðnason B-lista verði varamaður í stað Finns Smára Torfasonar. Finnur verður aðalmaður í almannavarnanefnd fyrir Björgunarfélag Hornafjarðar. Þeir sem eru því samþykkir að Kristján verði varamaður B-lista í almannavarnanefnd. Já, vist skulum við nú gefa laust orðið náttúrulega. En þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. Næst er það umhverfis- og skipulagsnefnd. Hér er sett fram svo tillaga að Björgvin Hlíðar Erlendsson D-lista verði aðalmaður í umhverfis- og skipulagsnefnd í stað Jörgínu Jónsdóttur. Orðið er laust þessa tillögu. Það gefur mér engin merki og þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. Fulltrúar aðalfund SAS Sambands sunnlenskra sveitarfélaga. Hér er stungið upp á því að Björgvin Óskar Sigurjónsson B-lista verði aðalmaður í stað Erlu Þórðardóttur og til vara kemur inn Steinþór Jónsson sem verður síðasti varamaður. Orðið er laust þessa tillögu. Jóhannsson. Vitlaust hér. Orðið er laust. Það er engir sem gefur merki. Þeir sem eru því þá samþykki gjöra svo vel að réttubönd. Já, og hér eru við komnir að nýjasta máli trúlega mörgum nýjum á þessum fundi. Það er fjarfundir bæjarstjórnar, nefndir og Er það ekki hér inni hjá mér? Já, fyrirgefið. Það gengur illa að halda Kristján út í bæjarstjórn. En hér er málgrein, hér gleymd ég í þessu hraða ekki hér nefndar og kjörum. Hér er borin upp svo tillaga að varabæjarfulltrúi Framsóknarflokksins B-lista Kristján Sigurður Guðnason tekur sæti sem aðalmaður í bæjarstjórn og Steinþór Jóhannsson verði 4. bæjarfulltrúi B-lista. Orðið er laust þetta mál. Þeir sem eru því þá samþykkir gjöra svo réttubönd. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 27. Fjarfundir bæjarstjórnar, nefnda og ráða og stjórna. Þetta er nýkomið í gegnum Alþingi. En hér er borin upp svo tillaga að bæjarstjórn, nefndum og ráðum og stjórnum sveitarfélagsins verði heimilt að halda fjarfundi með vísan til
Sjöttu bráðabirgðaákvæði sveitarstjórnarlaga nr. 138/2010. Orðið er laust þetta mál. Það er enginn sem gefur mér merki og þeir sem eru því þá samþykkir að heimila þetta að fjarfundir bæjarstjórnar, nefnda og ráða verði heimilir, gjöru svo rétt upp hönd. Það er samþykkt samhljóða. 28. mál á dagskrá er skýrsla bæjarstjóra. Gjörðu svo vel, Magnús. Forseti og bæjarfulltrúar. Nú eru skrýtnir tímar í heiminum og þessi skýrsla mun bera keim af því. Útbreiðsla COVID-19 veirunnar heim allan hefur gríðarlega áhrif á allt samfélagið. Við reynum að takast á við aðstæður af ró og yfirvegun og með jákvæðni að leiðarljósi. Við erum vön að takast á við erfið verkefni sem samfélag og höfum fengið hrós fyrir að standa saman sem ein heild, þvert á stofnanir og viðbragðsaðila. Við erum að vinna vel saman í dag og fundum reglulega þróun mála, ég sem fulltrúi sveitarfélags, fulltrúi lögreglu, björgunarsveitar og heilsugæslu. Eins eigum við í góðu samstarfi við almannavarnir á Suðurlandi. Forstöðumenn sveitarfélagsins hafa unnið hörðum höndum að því að skipuleggja starfsemina þannig að sem minnst rask verði á hefðbundnu starfi. Sem betur verið erum við nokkuð heppin með stærð árganga í skólum sem á skólahúsnæði og því hefur lítið rask skapast við þessar aðstæður. Stofnanir vinna því að skipta upp vöktum og aðskila starfsmenn svo starfsemi sveitarfélagsins geti haldist órofin. Á svona stundum er mikilvægt að hafa góðan starfsmannahóp líkt og við hjá sveitarfélaginu getum státað okkur af. Takk fyrir, kæra starfsfólk. Þessi pistill á svo sem ekki einungis að snúast COVID-19 faraldurinn og ætla ég því að tæpa á því helsta sem á daga mína hefur drifið síðan á síðasta bæjarstjórnarfundi. Það herjaði á okkur Hornfirðinga óveður og rafmagnsleysi föstudaginn þann 14. febrúar með víðtæku og nokkuð langvarandi rafmagnsleysi. Nokkrum stofnunum sveitarfélagsins var lokað til hádegis vegna veðurs sem var farsæl ákvörðun í ljósi rafmagnsleysis. Rafmagnið fór snemma morguns og kom ekki á fyrr en og eftir hádegi. Við slíkar aðstæður reynir á innviði, svo sem vatnsveitu, starfsemi sundlaug, starfsemi heilbrigðisstofnunar, svo dæmi sé tekið. Ástæða þess að rafmagnsleysi varði í svo langan tíma var meðal annars sú að spenni rarik á Hólum var í viðgerð í kjölfar bilunar í desember. Það var í viðgerð þegar þetta gerðist ásamt því að línur skemmdust vegna veðursins. Töluverð ófærð skapaðist einnig í sveitarfélaginu og brást björgunarsveitin við með aðstoð við akstur starfsfólks og heilbrigðisstofnun, lokun vega og margt fleira. Það er seint þakka fyrir það sjálfboðalega starf björgunarsveitanna sem unnið er við svona aðstæður. Í kjölfarið þurfum við að endurskoða varaaflsþörf hjá sveitarfélaginu og huga að kaupum á fleiri stöðum til að halda lykilstofnunum gangandi í viðvarandi rafmagnsleysi. Einnig hefur ríkisstjórnin sett upp aðgerðapakka til að byggja upp innviði í landinu öllu í kjölfar ítrekkaðra áfalla land allt vegna veðurs nú í vetur. Og ég ætla að tæpa aðeins frekar á samningaviðræðum rekstur heilbrigðisstofnunarinnar. Það mál var svo sem sér dagskrárliður hér fyrir á fundinum, en líkt og kom fram þá er staða samningaviðræðna erfið. Miðað hefur verið við að sveitarfélag halda áfram rekstri sjúkrarýma og heimahjúkrun ásamt allri öldrunarþjónustu og að yfirfærslan verði 1. apríl. Erfiðlega hefur gengið að ná samkomulagi við HSU niðurstöðuna og ástandi í samfélaginu nú gera málin ekki auðveldari. Starfsfólk á öllum vígstöðum sveitarfélagsins vinnur hörðum höndum að því að halda stofnunum í órofinni starfsemi og mikið álag hvílar á heilbrigðisstofnunum undir þessum kringumstæðum. Því er mjög erfitt að þurfa að takast á við þá óvissu sem fylgir yfirfærslu verkefna frá sveitarfélagi til ríkis á sama tíma með allri óvissu sem því fylgir fyrir starfsfólk. Það er því einlæg von okkar í bæjarstjórn að hlusta verði á erindi okkar þar sem óskað er eftir frestun á yfirfærslu HSU. Það gefir stjórnendum svigrúm til að ná lendingu hvað varðar samninga ásamt því að skipta upp bókhaldi stofnananna. Hönnun hjúkrunarheimilis er nú á lokametrónum. Enn erum við að senda rýniskjöl á milli hönnuða og notenda hússins. Ferli gengur ágætlega og það stendur nú til að bjóða út hluta verksins nú á næstunni. Því styttist óðum í fyrstu skóflustunguna. Það eru nokkra líkur á því að það geti gerst næsta haust
Það var því ánægjulegt að sjá framkvæmdir og nýtt hús rísa leið og COVID-19 móðan yfirgefur landið. Nýr sviðsstjóri umhverfis- og skipulagsmála, Brynja Dögg Ingólfsdóttir, tók til starfa 2. mars síðastliðinn og vil ég nota tækifæri á að bjóða hana formlega velkomna til starfa. Hún nú farin að kynna starfsemina nokkuð vel eftir að hafa komið tvisvar í tengslu við nefndarfundi í janúar og febrúar. Hins vegar var ákveðið að fresta umhverfis- og skipulagsnefndarfundinum viku svo hún getur komið sér vel inn í málin. Eitt af fyrstu embættisverkum Brynju var að sitja íbúafund skipulagsmál ásamt mér og Ásgrími formanni umhverfis- og skipulagsnefndar og fleirum. Til umræðu var skipulagið þétting byggðar, ferðaþjónustukafli aðalskipulags og staðsetning á næsta uppbyggingarsvæði íbúðarhúsnæðis. Stór hluti íbúa í innbænum hefur afhent sveitarfélaginu undirskriftalista þar sem skipulaginu þéttingu er mótmælt líkt og áður hefur komið fram. Markmið fundarins var að koma öllum sjónarmiðum á framfæri og rökstyðja betur ákvarðanir meirihlutans að halda skipulaginu til streitu. Málið fékk í kjölfarið umræðu hjá umhverfis- og skipulagsnefnd sem frestaði ákvörðun skipulagið á meðan Brynja vinnur með hópnum sem fer fyrir undirskriftalistanum að málinu. Í kjölfarið liggur fyrir að taka þarf ákvörðun næsta uppbyggingarsvæði fyrir íbúðarhúsnæði en nokkrar umræður áttu sér stað á íbúafundinum það. Þjóðveður í þéttbýli hefur þar áhrif og fengu starfsmenn það verkefni að ræða staðsetningu hans til framtíðar við vegagerðina. Vatnajökulsþjóðgarður. Ég satt fund svæðisráðs og það stóð til að halda vinnufund stjórnunar- og verndaráætlun fyrir Breiðamerkursand nú á mánudaginn síðastliðinn en áformað að halda þann fund á morgun föstudag. Stjórnunar- og verndaráætlunin er mikilvægt stjórntæki fyrir þjóðgarðinn á svæði þar sem mikil fjöldi ferðamanna er að jafnaði og starfsemi ferðaþjónustuaðila er þar öflug. Þjóðgarðurinn hefur ekki haft stjórntæki fram til þessa þar sem svæðið er nýtt inn í þjóðgarðinum. Það sem nýtt svæði er að ræða innan þjóðgarðs. Mikið samráð hefur verið við ferðaþjónustuaðila og aðra hagsmunaaðila stjórnunar- og verndaráætlunina og vonandi verða hlutaðeigandi sátti við niðurstöðuna sem vonandi verður tilbúin í byrjun sumars. Nú er búið að skipa í nýja stjórn í Vatnajökulsþjóðgarði en engin stjórn hefur verið starfandi frá því fyrir áramót og fyrsti fundur nýrrar stjórnar er fyrirhugaður 23. mars næstkomandi. Ég hef unnið að nýju skipulagi fyrir sveitarfélagið en bæjarráðið hefur haft málið til umfjöllunar nokkur sinnum undanfarið og hef ég nú fengið það hlutverk í samvinnu við Sverri, mannauðs- og gæðastjóra að kynna tillögur að nýju skipuriti fyrir starfsfólki. Hef ég því farið inn á nokkra starfsmannafundi vegna málsins. Nú hefur öll vinna undanfarna daga hins vegar snúist viðbrögð við COVID-19 faraldrinum og því ekki gefist tími til þess að halda þessari vinnu áfram. Við munum halda áfram kynningarferli fyrir starfsfólk nú á næstu vikum. Samkomubann. Það var sett á núna síðastliðinn föstudag og strax í kjölfarið hófst undirbúningur að skipulagi skólastarfs í leik- og grunnskólum en mikil óvissa var útfærslu og því beðið nánari leiðbeiningar frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Sambandi íslenskra sveitarfélaga er tengiliður almannavarna ríkisins og sóttvarnalæknis við sveitarfélögin og hafa sendt leiðbeiningar og upplýsingar jafnóðum og þau berast. Ég sendi leiðbeiningar á starfsstöðvar sveitarfélagsins með að takmarka aðgengi, raunar hafði sá undirbúningur átt sér stað alla vikuna. Tekin var ákvörðun lokanir á stofnunum fyrir utanaðkomandi umferð ásamt því að fara yfir viðbragðsáætlanir, útbúa aðgerðaráætlun fyrir sveitarfélagið og fleira. Tekin var ákvörðun að loka leik- og grunnskólum og Höfn á mánudaginn síðastliðinn svo undirbúningur gæti átt sér stað með starfsfólki skólana. Helgina notuðum við skólastjórnendur og fræðslustjóri í að undirbúa starfsemina svo vinna geti hafist með starfsfólki strax á mánudeginum. Við erum heppið með stærð árganga og hópastærði hér í sveitarfélaginu, líkt og hér hefur áður komið fram, sem gerir skipulagið ívið einfaldara þó flókið verkefni sé að ræða. Fyrst var miðað að því að aðskila börnin öllum stundum í skólanum fyrir starfið á þriðjudaginn. Í gær miðvikudag var síðan unnið að því að aðskila starfshópa til að koma í veg fyrir að starfsemin lamist ekki komi upp smitt. Sama hefur verið gert á öðrum starfsstöðum svo sem Höfninni, Áhaldahúsi, félagsþjónustunni,
heilbrigðisstofnuninni og hér í Ráðhúsi svo dæmi sé tekið. Verkefnið er misflókið eftir starfsstöðum en einhvern veginn er þessu púsla saman. Það er frábært hversu vel hefur gengið að vinna með stjórnendum og starfsfólki í þessum flóknu aðstæðum og sendi ég þeim þakkarmyndband í gær. Við stjórnendur þurfum að tryggja okkar staðgengil og aðskilja okkar vinnu þannig að það komi alltaf maður í manns stað. Það getur verið flókið í svo litlu sveitarfélagi. Aðstæður geta jú breyst á svipstundu og þá taka við ný verkefni. Svona er lífið bara í dag. Íþróttastarf er einnig í uppnámi og hafa engar skipulaðar æfingar verið þessa vikuna. Ég fundaði með ungmennafélagi Sindra í vikunni og formönnum deilda. Þar er lausnamiðuð hugsun til staðar og vonandi getur íþróttafélagið farið að stað með sameiginlegar æfingar fyrir bekkjadeildir eftir helgina. Formenn deilda Sindra munu hittast aftur í dag eða morgun til að leggja línurnar. Ég hef fundað með viðbragðshópi almannavarna á Hornafirði reglubundið ásamt því að í gær sat ég fund með almannavörnum á Suðurlandi ásamt sveitarstjórum. Flókið ástand er að myndast víða land og nú er til dæmis leikskóli lokaður í Vestmannaeyjum, grunnskóli lokaður í Hveragerði og smit að berast á fleiri staða á Suðurlandi. Það er mikilvægt að geta deilt reynslu milli svæða og stutt hvort annað í þessum aðstæðum. Aðgerðastjórn er starfandi fyrir allt Suðurland og starfsmaður Rauða krossins er að sinna verkefnum sömuleiðis. Við munum treysta á þessi stuðningsnet til að byrja með en svo getur komið til þess að virkja þar vettvangsstjórn í héraði. Þessar aðstæður eru flóknar og þá er mikilvægt að íbúar þessa sveitarfélags standi saman. Það eru allir að gangi gegnum einhvers konar erfiðleika, fyrirtæki, ferðaþjónusta, stofnanir og fleiri. Við erum heppin með okkar framlínusveit á heilbrigðisstofnuninni og verðum að standa vörð þann hóp sérstaklega. Eins er mikilvægt að temja sig jákvætt hugafar í erfiðum aðstæðum sem þessum. Þessi faraldur mun ganga yfir og það mun birta á ný í samfélaginu þegar líða tekur á sumar. Ferðamaðurinn kemur aftur og atvinnulífið mun lifna við. Takk fyrir. Þakkar fyrir þetta, Matthildur. Nú gerum við hlé á fundi meðan farið verður við fundargerð.